Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Ég var hér. Í dag þá ætlum við að nýta flugu sem er frá Bandaríkjunum og eftir mann þar sem eiginlega goðsagnakenndur orðinn í nýtingum og flugveiði þar, en hann heitir Bob Klauser. Og við ætlum sem sé að nýta Klauser Minnow fluguna eftir Bob. Við byrjum að setja tvinnan hérna, eða þráðinn á svona ekki lengur eftir hérna miður, við erum að nýta á tiltölulega stuttan krók. Við erum að nota svona blýaugu. Sem augu það er líka hægt að nota bara svona dumbbell eða eigið það með augasteinum eða bara svona gamaldags dumbbell augu til að redda ykkur. Þetta er nú aðeinslega bara til þess að koma flugunni niður. En þá förum við sem sé með það zooma okkur hérna, það sé ekki alveg örugglega í fókus hérna, svona. Þá förum við með tvinnan hérna, cirka hingað. Og setjum augað þetta niður. Tökum hérna 6, 7, 8 vafninga öðrum megin. Það fæst þetta niður. Og svo annað eins hinum megin reynum að rétta það af. Þetta verður alltaf pínu skakt, séu við til að byrja með, en þá er bara að nota puttana. Séu við búin að rétta þetta einn af. Og þetta er pínu laust, en þá þurfum við bara að herða þetta aftur, séu við. Og ég er að nota tvinna í þetta, nautsterkan tvinna, það veitir ekki af í þessa flugu. Svona 100 denier hvítan Semperfli nanosilk tvinna. Og við höldum okkur við að hafa zoomið svona auðarlega. Svo þurfum við búin að byggja upp smá þráð hérna á augun og þau eru farin að vera föst. Til að gera þetta nokkuð sinnum, bara crossur up, og þið fáið, held ég, mín reynsla er, þið fáið ekkert út úr því að vera sikksakka hér, þú veist, ef við veit í áttu, ég held að það sé ekkert út úr því að hafa. Heldur við takið 6, 7, 8 vafninga hérna og 6 í hérna áttina, þá bindst þetta betur. Og svo til að loka augunum eða klára þau, þá förum við með tvinnan hérna hringinn í kringum undir, sjáu þið, augun. Og setjum við pressu á þetta neðanfrá og þá bindum við augun alveg pikkföst neðanfrá. Þá, eins og við séum, það hægast ekki. Og þessi fluga á að vera tiltölulega létt dressuð. En já, krókurinn sem við erum að nota í þetta, við erum að nota Arex Deep Streamer númer 4. Hann er reyndar með pingulítið niðursveið auga, en þetta er náttúrulega fluga sem er, ef maður rétt upphálega fyrir saltvatn, nýtt, og þá á hún að vera með eins og þessi hérna með beinu auga. Þið sjáu það er smámunur á þessu. Hérna er annar Klauser. Við sjáum þetta eru litasamsetningarnar og þið getið leikið ykkur með þær alveg endalaust. Og við ætlum að nýta þessa hérna flugu, við ætlum að nýta hana með hvítu og svo rauðu. En áður við byrjum að velja böktelin í þetta, þá erum við með kristall sem sé flash. Tökum 4 strendinga af því, þetta er bara einfalt, tökum 4 strendinga af því, það þarf ekki að vera meira. Og höfum þá ekki depp langa, bregðum þeim hérna utan tvinnan og förum með það hérna, sjáu þið, svona. Festum það niður, tökum svo þetta hérna yfir, setjum það ykkar megin, svo styttum við þetta á eftir ef það þarf. Tökum það svo alla saman hérna og nýtum þetta. Svona. Og við byrjum á hvíta litnum. Hún er oft nýtt með hvítu og svo einhverjum öðrum lit. Ég er þetta með hvítan böktel sem við ætlum að nota. Notum hvítu liðin á honum. Og þessi fluga á að vera, segja þér, sparsely tight. Hún á ekki að vera of dressuð. Þannig að við tökum bara hérna góðan tjönka af þessu og tökum svo úr hérna
tökum svo bara úr þessa stuttu fjaðrir og undir hárin og allt og notum það sem eftir hérna. Það hægt að stakka þessa, eins og við segja handstack, en þetta eru hár sem þarf svona almennt ekki að stokka. Það matchum við þetta svona cirka svona og þá passar þetta í lengdina með hárinu. Svo það nú önnur ella í þessari flugu, það hvað á þetta að vera langt aftur, þú veist, það bara svolítið misjafnt. En ég vil hafa þetta þannig að endarnir á hvítu hárunum séu aðeins styttri heldur en flasabúið, eða kristalflasi, sé ég. Þannig að það gerum við svona, sem festum þetta hérna séu við niður, svona. Bara lausar vafninga fyrst og herðum við á pínu lítið hérna, en samt ekki það mikið þetta fari allt út allt. Svo má herða þessa hérna, sjáðu þið. Og svo förum við með tvinnan hérna yfir, fram á hausinn. Búin til smá plattform hérna framan. Ég hef notað þessa flugu upp í Veiðivötnum, ágætis árangri, og í sjónum líka. Kannski zoomum við aðeins inn, þannig við sjáum hvernig við gerum. Ég tek þessi hár hérna, tekum þetta saman og næð þeim, sjáum með tvinnanum hérna niður. Það þarf 2-3 svona vafninga. Næð þeim svona niður hérna og fer svo að herða vafningin hérna. Það er sér út úr þessu svona. Og svo klippum við þetta bara í burtu. Við ætlum að reyna að vera með þetta vídeó ekki ólangt. Þá er þetta bara svona og klippum þetta í 45 gráður. Þá er lítið mál fyrir okkur að ná restinu niður með tvinnanum. Það gerum við bara svona, sjáðu þið. Byggjum hérna upp smá búk og hvíti litur er maginn á flugunni í rauninni, ef hægt er að tala maga. Svo kemur, snúum henni við, svo kemur hinn liturinn hérna ofan á og það er baki á henni. Hún er sem sé upside down í vatninu. Við ætlum að nota rauðan bucktail í þann hluta á henni. Rautt og hvítt virkar ágætlega saman og tala nú ekki ég fengi það upp í græna vatni, séði, note my word, mark my word, þetta hérna virkar upp í græna vatni, ég ætla ekki að segja neitt meira, þetta virkar þar, ykkar ráða hvort þið nýtið það ekki, en ég ætla alltaf að fara með svona svarta og rauða í græna vatni, sumar. Þá erum við búin að klippa hérna bútinn af rauða baktelinum. Þetta er hjartarhali og hann kemur sem sé hér og hann þarf að vera eitthvað svona svipalangur sem er svipaða lengd af hárum og hann að festu þið bara svona niður, sjáðu þurfum að rétta þetta allt af fyrst áður við fram að herða hérna niður þannig að þetta springi ekki allt út, þá viljum við fá springin hérna framan, þannig við vefjum lausa vafninga fyrst og svo herðum við okkur aðeins fram. Þetta tekur smá tíma að ná tökum á akkurat þessu, þannig að það sé ekki allt út allt, en æfingin skapar meistarann í þessu. Svo klippum við þetta í burtu hérna. Svona. Og þá er bara herða og búa til haus á hana. Hausinn má vera þetta stór og ég mæli með því að í þessa flugu þegar ég nýti hana að hafa nóg plásið fyrir hnútinn og allt þetta framan, þannig að það verður dálítið bölkað út af hárunum og fleiru. Og að því þetta er stór fiskafluga, þá veitir ekki að gera sterkan hnút. En þessi fluga, hún er ætluð náttúrulega nýta hana stærri, bæði klásur minn og eins og Lefties Deceiver sem er önnur fluga sem er þekkt utan. Ég er búin að fá þó nokkuð margar athugasemdir við rásina hjá mér núna. Af hverju ertu ekki með þessar 2 flugur inni frá Amerikanum sem að horfa dálítið mikið á rásina. Ég segi við bætum bara úr því. Uncle Sam kallar þá náttúrulega verður að bregðast við því. Það er bara þannig. En til þess að loka þessu, þá notum við Zappa-Gap í þetta skipti. Bara til þess að vera örugum að þetta fari akkurat ekki nokkuð skapaðan hlut. Og þið getið, sjáðu, við notum bara Zappa-Gap hérna á hnútinn og þá fer þetta ekki neitt.
jafnvel sapakapp hérna ofan á þessa þræði, ofan á hérna hausinn sjáðu þið hérna. Þannig að þetta læsist allt með þessu. Og eins og ég segi, litasamsetningarnar eru algjörlega ykkar, þið ráðið alveg hvernig þið setið, hvaða litið þið notið í þetta. Við nýtum þetta í hvítum og rauðum hérna, en svartur og rauður er flottur, blár og hvítur flottur og já, bara svo er oft notað sértrúðs, svona grænn, sem svipa grænn einhvern veginn á þetta. Jafnvel gulur, ólífugrænn í staðinn fyrir rauða, það er alls konar, þið getið farið með þetta í allar áttir. En þá er klásirinn minn og hérna bara klár. Þið sjáu þetta lítið vel út, flottulega. Og ég ætla að bleyta hann upp í veðurvötnum í sumar. En ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þið með endilega gerast áskrifendur á rásinu, setja like á vídeó, deila í, styrkja rásinu og allt þetta. En þangað til næst, þá séu óstu bara hress og kát í næsta vídeó. Takk fyrir.